Ok, vindum okkur beint í verta. Í þessari yfirferð ætlum við að skoða eitthvað virkilega spennandi, sannkallaða handbók eða hálfgert ævintýrakort fyrir upprennandi fótboltakrakka sem vilja ná tökum á elítutækni UEFA og FIFA algjörlega upp á sitt einstæmi heima. En áður en farið út á stéttu með boltan verður eiginlega að stilla hugan. Samkvæmt íþróttasálfræðinginum Karel Dweck, sem FIFA styðst gríðarlega mikið við, lykillinn svokallað vaxtarhugarfar. Sko, það algjörlega eðlilegt að stressa sig aðeins inn á vellinum. En galdurinn að hætta sjá mistök sem einhvern ósigur. Þau eru það ekki. Þau eru í reyninni bara verðmætt gögn sem hjálpa leikmanninum að stíga strax upp á næsta getustig. Pældu hans í þessu. Það svo rosalega mikill munur á þessu tvennu. Ef leikmaður heldur að þetta snúast allt miðfætta hæfileika, rosalega auðvelt að gefast bara upp þegar á móti blæs. En ef áherslan sett á vinnusemina og farið að elska sjálft ferlið, þá byrjar að byggjast upp þessi rísastóri sjálfstróstsbanki. Þeir sem mæta og leggja inn vinnuna þeir sem bókstaflega skara fram úr. Hérna erum við svo með sjálft kortið ævintýrin okkar. 5 algjör lykilatriði, valda boltanum, sendingar í vegg, snerpa á fimi, ratsjáin sem skannar vellin og að lokum frábært vikuplan meistaran sem tekur þetta allt saman. Dembum okkur í fyrsta kaflan, vald á boltanum. Hér erum við í fasa þar sem leitað eftir algjöru stjórn, þar sem boltin verður hreinlega framlenging af líkamannum. Það sem virkilega áhugavert að sjá hérna hvernig leikmenn á borð við Lionel Messi hafa algjörlega fullkomnað þessar grunnsnertingar. Þegar vöfaminni tekur völdin þurfa þeir nefnilega ekki lengur að stara niður á fætan á sér undir pressu. Þeir halda höfðinu uppi sem gerir þeim kleift að sjá lausnir sem aðrir hreinlega sjá ekki. Svo hvernig gerum við þetta? Eitt albesta töfrabræði til að losna við andstæðing svokallað vedrag. Það virkar þannig að leikmaðurinn togar boltan aftur með ilinni og ýtir honum svo strax skáhalt út með ristinni á sama fæti. Sjáu þið hvernig þetta teiknar upp vellögun. Þetta skapar samstundis pláss til að sleppa þröngum stöðum. Næsta skref elsnúningurinn. Þetta algjör grunnur í stefnubreitingum. Boltin dregin tilbaka með ilinni og bókstaflega falinn fyrir aftan standfótinn með innanfótarsnertingu. Þegar þetta gert rétt síðan hægt að springa beint inn á opið svæði og varnarmaðurinn og ekki séns í að ná takti aftur. Svo það flókna iljarknattrykkið. Með því að nota eingöngu iljarnar eða rúla boltanum þvert yfir líkamann, tekst leikmanninum að halda gríðarlega lágum þungamiðupunkti. Það eins og boltinn sé bókstaflega festur við fótning með segjali. Það verður nánast ómögulegt að taka hann af honum. Þá það kafli 2, sendingar í vegg, eða stefnuvirka snertingin eins og það líka kallað. Heyrðu, í elitufótbolta algjört bannorð, dauð snerting, sem sagt að stoppa boltan alver. Hálfsnúningsmóttakan lagar nákvæmlega það. Krakkinn sendir boltan í vegg en tekur svo á móti honum á svokallum aftari fæti. Í stað þess að stöðva snýr leikmaðurinn sér 180 gráður og flæðir beint út í rýmið í einni renelegri hreyfingu. Svo til að æfa þetta 2 ótrúlega góðar töfræfingar. Annars verður að senda stanslust í vegg eingöngu með veikafætunum. Og hins vegar að móttaka boltan í kringum eina keilu áður en hann sendur tilbaka. Markmiðið með þessu öllu að herma eftir hraðanum í afreksleikjum og, mjög mikilvægt, láta boltan aldrei stoppa. Þriðji kaflinn snýst snerpu og fimi. Hér kveikjum við á tauga- og vöðvakerfinu í svokölluðum gormafasa. 12 ára aldurinn, þegar stór vaxtakipur lætur oft sjá sig, það var undirbúa líkamann. Pókahopp, þar sem fjaðrað af tábyrginu, hjálpar hásininni að virka eins og sannkallaður gormur fyrir gríðarlegan spretttraða. Að standa á öðrum fæti og hreyfa boltan í áttur verndar svo líðamótin líkt og herkleiði og ekki gleyma hlíðarhoppunum, þau búa til þannan svakalega sprengikraft við stefnubreitingar. Næst það 4. kaflinn, saðsjæn. Hér eru við í meðvitundarfasanum sem snýst algerlega að skanna völlin. UEFA hefur sýnt fram á eitt rosalega skýrt. Allur tækniheimurinn gagnast ekkert ef leikskilningin vantar. En hvernig sjá eiginlega bestu leikmenn heims fram í tíman? Jú, þeir eru stanslast að safna gögnum staðsetningarinn og vellinum áður en bolting einu sinni kemur til þeirra. Þetta leiðir okkur að 3 sekundan reglunni, sem geggjuð. Með því að fá til dæmis foreldri til að kalla upp lit eða tölu á 3 sekundna fresti verður leikmaðurinn að kíkja upp frá boltanum til að svara. Þetta rífur fólk upp úr þeim vana og horfa bara niður á tærnar á sér. Líta burt æfingin annað snilldarverkfar. Áður en tekið á móti sendingu af veggnum, neyðist krakkinn til að líta bókstaflega yfir öxlin á sér á punkt fyrir aftan sig.
Þetta er algjör nauðsyn í nútíma fótbolta til að skanna alltaf svæðið áður en ákvörðun er tekin. Já, pældu svo í því þegar þetta byrjar allt að smetla saman, þegar þessi líkamlega þjálfun og tæknin blandast við hugrölu skunnunina. Það er þá sem skapandi leikskilningur í sínum hreinasta formi verður til. Þetta snýst ekki lengur bara hlauparhraða, heldur hversu hratt heilinn getur unnið úr öllum þessum upplýsingum á vellinum. Lokakablinn, kapli 5, Vikuplan meistarans. Nú tökum við þessi töfraverkfæri og setjum þau í alvöru kerfi sem virkar. Því að afreksþjálfun þarf ekkert að gerast inni á dýrum og fínum æfingasvæðum. Hér erum við með hálftíma brota á dag fyrir innkeyslunni heima, 10 mínútur í að finna fyrir boltanum án þess að horfa á hann, 10 mínútur í flæðandi veggsendingar, 5 mínútur í snerpu og gorma og 5 mínútur í að nota rattsjána yfir öxlina. Einfaldara verður það ekki. Þessi setning frá FIFA nær utanum þetta allt saman. Sjálfströst kemur úr því að vita að maður hefur lagt vinnuna á sig. Sannkallað hugrekki til að mæta eldri og hraðari leikmönnum á stóra vellinum. Það verður til í þögninni heima á stettinni þegar enginn var að horfa. Þannig að hver einasta snerting við boltan telur og skemmtilegast af öllu, hvert einasta mistök sem að nýta til að læra af, bætir bara beint inn á þannig sjálfströstbanka ungu leikmannana. Svo nú þegar við erum að koma inn á endastöðu þessari yfirferð okkar í dag, veltum við þessu upp í lokin til að kveikja í nistanum. Hvaða af þessum mögnuðu töfrabröðum ætla komandi meistari að stíga út á hlað og fullkomna strax í dag?